Hún spyr mig hví hefurðu þetta stríð? Hárugur hátt sem lágt, hár dag sem nátt. Á mér hár sem hey, hvers vegna veit ég ei. Það ekki út af aurunum, eins og hjá poppurum. Elska. Það var svo sem bara þannig að við vorum öll saman í bekknum að skrifum allar hugmyndirnar upp á blað eða upp á töflu og fannst þessi bara einhvern veginn best. Hún var gerðin að þetta var gert fyrir 2 árum en við tókum hugmyndirna aðeins lengra núna og höfðum líka búið að klippa hárið og nýttum þá hárið, það var ekki gert seinast. Og fannst þetta bara málefni sem að þarf að styrkja. Þú veist, það allir að missa, eða margir að missa ástvini á völdum krabbameins og þetta bara, já. En þarna voru margir, hvað voru margir sem að létu klippa sig? Það voru 78 manns sem að. Og það voru 13 stelpur sem snóðuðu sig, sem var dálítið mikið, og hvað 36 allt í allt sem að snúðuðu sig og það voru 33 sem að klipptu hár á sér, 33 stelpur sem klipptu hár á sér hárið. Var ekkert erfitt að fá krakkana til þess að gera þetta? Sko, við byggumst ekkert við svona mikilli þáttöku í rauninni. Við ákveðum bara, fórum bara með þetta upp á svið og ætluðum bara að sjá hvernig þetta myndi fara. Við náttúrulega vissum það ekki. Og svo bara kom alltaf fleiri og fleiri, þetta bara peppaðist einhvern veginn og já, við byggumst ekki við svona mörgum, sko. Vitið eitthvað hvað þið söfnuðu miklu hári? Já, við erum með allavega 43 poka með okkur af hári sem við erum að fara að senda út í hárgullugerð sem náttúrulega bara slatti. Það var bara miklu meira en við búist við eins og Agnes sagði. Mikið hárgreiðslu fólki var að fullu bara frá 2:30 til 2:30 bara við að snóða og klippa og þannig að þetta bara var framar öllum vonum. Og hvert fer hárið? Hárið fer til samtaka sem heitir Little Princess Trust sem í Bretlandi og þau búa til hárkollur handa litlum krökkum sem hafa misst hárið í lyfjameðferð. Nú ert þú ein af þeim sem að lést snóða þig. Var erfitt að taka þessu ákvörðun? Mér hefur langað að prófa þetta alveg lengi og svo voru stelpur sem að fóru upp á svið og rukka á sig hárið sem með hár alveg niður á maga og þetta fyrir svo virkilega góða málstað að ég bara, að það var eiginlega miklu auðveldara þá. Hvað varstu með sítt hár? Bara axlasítt, náðu bara hingað. Þannig að það var ekkert eitthvað mikill missir. En varstu eitthvað hrædd við útlitsbreytinguna? Já, ég var svona, ég vissi ekkert hvernig það myndi koma út en ég sé ekki eftir þessu, ég er alveg sátt. Nú veit ég ekki hvernig þú leist út áður en þú ert gullfalleg svona. Ætlar að halda þessu bara svona? Já, okkur ekki. Prófa alls konar einhvern veginn stíla og hægt að líta þetta og gera margt flott úr þessu. Var allavega fljótur á morgnana ef maður kemur og er að verða seinni í skólan. Þetta hlýtur að mikill léttir. Heldur betur, þvílíkur munur að fara í sturtu og setja 1 dropa sjampói og bara, þú veist bara búinn. Þarftu ekkert að þurrka eða neitt. En heldurðu að þið getið samsamað ykkur þeim sem að þurfa í raun og veru að missa hárið út af krabbameins meðferð? Getur maður samsamað sig þeim? Ég meina, það er náttúrulega kannski aðeins meira sjokk að þurfa að missa það, en þetta er okkar ákvörðun. Örugglega einhverju leyti, en já, það var mín persónulega ákvörðun. Það er ekki allir sem fá að ráða þessu. En vitið þið hvað þið getið safnað miklum fjármunum? Heyrðu, þetta var komið upp í 400.000. 400.000, þetta er svona 490. Nei, 380 til 390. En er enn hægt að heita á ykkur ef einhver sem sér okkur núna vill gera það? Já, það er hægt. Við erum með reikningsnúmer og kennitölu og já. Þannig að það er bara hægt að hafa samband hingað í menntaskólan? Já, það er hægt. Það er líka viðburður á Facebook sem er held ég ennþá opinn. Hann heitir Góðgerðardagur Emma. Ég man ekki hvað það var meira. Og þar er reikningsnúmer og allt daginn líka hvernig átt að fara fram. Og hann er ennþá opinn þó svo hann sé liðinn.